þetta í raun og veru, má segja setningi sem stóð þarna með þetta að huga að vera iðnaðarmaður í bænum. Þetta þessi ákvæði heitvinnuna sem eru sett inn í þessa reglugerð sem voru ekki með eina almennilega lagastoð fyrir, eða sem reglugerðarstoð fyrir hjá áður. Og svo kemur þarna kafli aðra fyrirbyggjandi aðgerðir sem ég ætla að hoppa yfir og fara svo aðeins yfir í eldunareftirlitið eins og það á að vera eftir þessari reglugerð að koma það lengra svona inn á og það sem við vorum að tala um þá skal hafa eftirlit með ákveðnum gerðum af húsum og síðan svona listi yfir það hvar þau vera. Þetta stóra manntjón, stóra eignatjón og síðan allar byggingar í notkunarflokki 4 og 6, það að segja hótelin, sjúkrahúsin og það þetta allt saman í skoðanaskyldu og svo sumtar sem á að skoða árlega og annað sem á að skoða fjórða hvert ár. Og slökkviliðsstjóri þegar hann að setja upp þessar árlegu eftirlits áætlanir skoðanir, þá getur hann gert í raun og veru átaksverkefni í staðinn fyrir að skoða alveg alla byggingar í ákveðnum kategórium, þá getur hann farið í átaksverkefni og hann getur svona meira stýrt í hvað þarf að skoða. En eitt af því sem mjög mikilvægt að horfa eftir í sambandi við þessa skoðanaskyldu, þetta sjálfsög samanbyrðtalning sem var á síðustu glæru, en ef við erum með eitthvað sem hefur alvarlega samfélagslega afleiðingar, þá getur þetta að skoða í raun og veru hús sem eru kannski að öðru leyti ekkert sérstaklega merkilegar. Ef það einhver lítið matvörubúð í einhverjum bæjarfélag og það 100 km í næstu matvörubúð, þá skiptir verulegum máli að þessi matvörubúð haldist í rekstri og sama gildir eins og myndin þarna í miðjunni þegar að bensínstöðin hjá einum brann á Þórshöfn fyrir 500 ára síðan. Þá fór eiginlega félagsmiðstöðin og allur miðbærinn í Þórshöfn. Þessi sjoppa var það sem allir komið saman og svo húsið þarna til hægri. Þetta bara venjuleg skrifstofubygging, en ef Veðurstofan brenni alveg, þá væri svolítið erfitt með að sambandi við flug til landsins meðal annars, það myndi stoppa og það er ekki alltaf hægt að fá slökkvilið til að kæla niður tölvurnar þegar þær verða og heitar. Þannig að það getur verið margar byggingar sem eru svona með, eins og maður segir, svona dulda samfélagslega mikilvægi sem þarf sem að horfa mjög mikið eftir. En skoðanaskyldan hún fer mjög mikið eftir þessum húsum sem krafa brunanum og áttunar. Þetta svona spyrt alltaf mikið saman og þessi árlega eftirlitsáætlun sem sveitarfélögin að gera, hvað þetta að skoða? Ég fékk Google frænda til þess að leita þess í gær og nýjustu upplýsingarnar eru frá því verðandi vinnandi. Þá fann ég þarna fingerfit, en ég sé ekki betur en að þessi 3 sveitarfélög eða slökkvilið búin að setja og birta þessa árlegu eftirlitsáætlun. Það sést í nokkrum ársskýrslum frá slökkviliðum að þeir eiga að gera þetta, en það ekki nóg að sem eiga að gera þetta, með þurfa líka að gera þetta. Og þannig eru komin þessi 3 sveitarfélög sem ég fann að hefði gert þetta. Það Þingeyjarsveit, Langanesbyggð og Brunavarnir Árnessýslu. Og með því að fara í gegnum þessa lista á þess að nefna henni þá eru þeir mjög misraunhæfir.
mjög langt í land með að allir gefi út þessa árlegu eftirlitsáætlun sem átti að vera búin að gera fyrir 1. febrúar og fyrir 1. mars átti líka að vera búið að taka skýrslu framkvæmd eldvarnaeftirlits á liðnu ári og það til svona aðeins inn í ársskýrslum sem búið að birta svolítið þetta en það svona í flóknari hlutanum. Nú uppbyggingin í raun og veru að það nema annars rökstutt í brunavarnaáætlun, einn af hverja 10.000 og eitt af því sem við erum að gera eða var gert í þessa reglugerð það var heldur aukin krafa menntun á þeim sem í eldvarnaeftirliti. Þetta séu atvinnuslögfræðismenn sem eru komnir með meistararéttindi og komnir með aðeins viðbætur eða eru með einhver háskólamenntun á byggingasviði. Þannig að það að gera auknar kröfur til eldvarnaeftirlitsins vegna þess að það að leggja meiri áherslu á að þetta sé sem gert. Og það hægt að eins og búið að vera núna í 18 ár inn í lögunum brunavarnir. Þá hægt að setja skoðunarstofur í þetta og það gilda sömu reglur fyrir kröfurnar til skoðunarmanna á skoðunarstofum eins og hjá slökkviliðinu. Þótt það hafi komið álit frá geislalegum yfirvöldum að svo sé ekki. Það séu miklu meiri kröfur á skoðunarmenn hjá skoðunarstofum heldur en hjá slökkviliðum sem mjög skrítið að geislaleg yfirvöld gefi svoleiðis álit. En þeir með þurfa að uppfylla þessar hæfniskröfur sem eru í þessum lögum og í mannvirkjalögunum krafa faggildingu, það ekki í lögunum brunavarnir og það síðan mismunandi verkefni sem þessir aðilar geta skoðað. Og eitt af því sem gerir það verkum að það verða að herða kröfur til menntunar á þessum aðilum, það það að það alltaf að koma fleiri og fleiri hús sem eru brunahöfnuð eða vikið frá þessu sem menn gera venjulega og þá eftir því sem að við aukum menntunum á eldvarnaeftirlitsmönnum þá svona minni gjá á milli brunahöfnuða og eldvarnaeftirlitsmannanna. Hún alltaf tiltölulega stór og erfitt að brúa hana en þarna alveg gríðarlega mikill faglegu munur á milli brunahöfnanna og slökkviliðanna, þannig að það ekkert skrítið að það sé verið að reyna að breyta þessu þannig að slökkviliðin fái aukinn kraft á móti þessum brunahöfnuðu húsum. Ekki það að þessi eigi vera á móti þeim heldur að þeir geti í raun og veru skoðaðir. Því að þetta mörg hver af þessum húsum eru mjög flókin og það sem að víkur þessum húsum frá þetta bara allt öðruvísi leyst og það yfir hlýttið þannig á að við séum með þennan vinnuganga að menn gefið sér forsendur og svo fer eitthvað inn í svartan kassa og svo kom menn með niðurstöður en það ræðist oft almælis á grunn að þessi færi hinn aftur. Menn finna heppilega niðurstöður, það sem verkefnið vil fá, svo þetta sett inn í svarta kassan og svo búa með sér til hæfilega forsendur. Því að oft sjáum við það í brunahöfnum að forsendurnar eru svo bjartsýnar að það eru miklu bjartsýnir þegar Gleðibanki fór til Noregs á sínum tíma. Að við myndum vinna þetta alveg hringlust og kröfurnar til slökkviliðanna eru stundum gerðar svo gífurlegar í þessum brunahöfnum að þótt að slökkviliðið væri með allar sína græjur fyrir utan húsið þegar byggnar í það myndi ekki aðra þetta. Þetta mjög skrítið að sjá sumar af þessum forsendum og svo höfum við séð að slökkviliðið ósátt við í raun og veru brunahöfnina og svo kemur mikið af kvörtunum undan úttektir slökkviliðanna vegna þess að það bara allt mikið gjá á milli þannig að við erum það verið að auka það segi ennþá við en
en það lesist 2 hérna, þeir sem ennþá sitja inni. En það er alltaf þegar þetta leikja hennar sér eða ósér af. Og síðan almennt að tilkynna eldvarnaeftirlit áður en það fer fram. Mestu trikki við það náttúrulega þá erum við búin að laga þegar slökkviliðið kemur. Og þetta sem sagt, það hérna að sýna eina mynd í viðbót að í raun og veru þetta mjög mikið af þessari reglugerð sem við erum að koma með núna að fara í þetta fas sem við vorum með 1766 þar sem við vorum konið með eigið eftirlit og það hefur eldvarnabandalagið gert mjög mikla vinnu í kringum þetta eigið eftirlit sem náttúrulega sjálfsagt fyrir slökkviliðin að nýta sér og ýta mönnum yfirleitt að þarna eru komnar leiðbeiningar og þarna komið hellingur af efni þennan þátt. Þannig að það þarf ekkert að finna þetta upp aftur. Og þá held ég þakki bara fyrir mig. Brennur á þeim í kjölfar þessa erindis. Ef ekki, þá ætlum við að bjóða næstan velkominn Björn Traustason með kynningu á verkefninu Gróðurelda forvarnir og fyrstu viðbrögð og ég forvitnaðist svolítið fyrirlesara á netinu og komst að því að Björn væri landfræðingur. Ég vona þessi eftir hjá mér. Það hefur unnið á Rannsóknastofnun Landbúnaðarins og Skógrækt ríkisins sem nú Skógræktin og þar verkefnastjóri landupplýsinga og heldur utan gagnagrunna alla skóga. Þú bætir svo bara við ef það eitthvað fleira sem þér finnst að það hefði að koma með í þessari kynningu. Varstu búin að láta Kristján hafa og setjum að og byrja. Og eins og segði Guðmund, þú með gult spjald á, menn þegar... Já, ég hef búin að setja svo ríflega tíma á þetta, ég hef verið auðvitað löngu búinn. Já.